Heyrðu, ég fekk því sérstaklega núna vegna þess að þetta svona stuttur þáttur. Það sem við erum basically bara að auglýsa barna- og unglingastarfið sem að við erum að fara að koma í gang núna hjá Málbjörgu. Og þú tókst þátt í svona starfi þegar þú varst barn eða ungmenni. Hvað varstu gamall? Ég var bara barn held ég. Ætli ég fæ ekki verið kannski 10 ára eða eitthvað. Já, ekki mikið meira en það allavega. Alright. Þetta var þarna í kringum aldamótin eða eitthvað? Jú. Já, uppljóstur að núna vart hvað þú gamall. Allána. Já, þakka þér fyrir. Allána. Þá var svolítið gangur í barna- og ungmennastarfi hjá Málbjörgu. Þetta var svolítið hópur sem að hittist. Já, ég held að það var alveg sletti af krökkum sem var þá að hittast og þá krakkar sem voru sérstaklega í talaþjálfun og slíkt hjá talaminarfræðingum og svona sem voru sem voru hittast á vegum Málbjörgar og það var bara ótrúlega gott einhvern veginn fyrir sálina að fá að hitta ekki bara fólk sem að staðma heldur krakka á svona manns eigins reiki einhvern veginn fá að einhvern veginn uppgöta fólk að hlusta á mann án þess að vera að bíða eða þess að vera að hafa áhyggjur um sig að fara að rökka upp af eitthvað, það er alveg Já, nákvæmlega það er einhvern veginn, allir hafa þessa reynslu og allir vita hvað þú ert að gera bara algjörlega groundbreaking að geta fengið að segja randar af að actually komast að punchline í fyrsta skipti. Það er svona kannski mitt helsta. Já, akkurat. Að þú bara upplifa svona svolítið rými til þess að vera og tala eins og þú talar. Já, einmitt. Og voruð þið, þú veist, öll á svipum aldri eða? Ég manna nú ekki alveg. Ég held að þetta hafi alveg verið frekar víður hópur, allt frá, sem sagt, eða þú veist, manni fannst það allavega þessum tíma, því að það er svo mikill munur á aldurshópunum skilur eins og, þú veist. Já, ég mitt, þó að sér ekki nema 4 ár, þá finnst manni að vera svolítið mikill. Sko, 14 ára eru fullorðnir skilur. Já, einmitt, já. Húkslega cool. Einmitt. Já, einmitt. Já, ég man sko, ég tók ekki þátt í barnastarfi, en ég man að þegar ég byrjaði í Málbjörgu, þá var ég svona upp úr 20, og fór ég mitt í eina þessum ferðum Elsa Youth Meetings þar sem maður hitti ungt fólk frá Evrópu. Akkurat. Og við fórum nú eins og saman og við höfum rætt þetta held ég alveg í þáttunum hérna áður og ég upplifði svo einmitt, eins og þú segir, þetta var svolítið svona groundbreaking að hitta bara, að vera bara allt í hennu í rými með fólki, þú veist, og það bara stama allir. Einmitt. Og það var líka einhvern veginn flott, þú veist, að því að leiðbeinendurnir stömuðu líka og þau, þú veist, maður sá bara þau eru bara ekkert feiminu við að bara standa upp og bara, þú veist, segja okkur frá skipulaginu og svo voru einhver svona smiðjur og verið að gera eitthvað og þau bara stama eins og brjálæðingar og þau bara rosa sjálfstraust bara til að standa þarna og tala einhvern veginn. Einmitt. Og svo kynntist maður rosa mismunandi fólki sem var að gera bara mismunandi hluti sem að þú veist, sumir bara kröfðust þess að þau þurftu að tala mjög mikið í sinni vinnu eða einhverju og sumir ekki og þetta var einhvern veginn í rauninni svolítið sterk upplifun. Já, ég er mjög sammála. Ég held ég hafi aldrei upplifun eitt eins og Elsa Youth Meeting eins og segir sem að var mikil svona, mann myndaði svona einhvern veginn svo hrikalega sterk tengsl við fólk á stöðum tíma. Já, einhvern veginn geta ég líka lýst í hvað þetta var góðu upplifun. Já, það var bara frekar ótrúlegt sko. Kynnast fólki sem að maður á þetta sameiginlegt með sem þú kynnist hvergi annar staðar einhvern veginn. Algjörlega. Já. Að fá einhvern veginn að vera að svona samsama sig við. Ég var að ræða við Jóhönnu þarna í viðtali í þætti númer 3 sem við gerðum og þá vorum við að tala um þetta að sko
já, þú ert ekki öðruvísi, þú veist, þá er þetta orðið pínu svona normið og maður upplifir, hún var að tala að krakkar kannski upplifa sig svolítið eina, þú veist, einhvern veginn með þetta, þú veist, allir hinir geta talað eðlilega, skilurðu, og þarna einhvern veginn upplýði maður, þú veist, nei, það er bara fullt af fólki sem talar svona og þú verður svolítið svona hlut á samfélagi, þú veist. Algjörlega. Það er svona þitt crew, eða þannig. Já, það er líka, þú veist, einhvern veginn að fá að vera í, þú veist, viku bara með fólki sem að stamar, það er engin svona utanakomandi, það myndaðist einhvern veginn svona ótrúlega örugt rými fannst manni sem að maður hafði aldrei upplifað áður. Einhvern veginn og það var bara svona, já, þú veist svona rými þar sem þú hefur leyfi til þess að tala og stama í rauninni bara og að þetta var svona langur tími innan gæsalöpa, það var einhvern veginn gafst manni rými til þess að þú veist opna sig á einhvern hátt sem maður hefði annars ekki gert þú veist með bara svona stuttum heitingum og hann að mynda mjög sterk tengsl En það mitt, þú veist, það svolítið þetta er svona hugmyndin bakvið barna- og ungmennastarfið þó við sem náttúrulega ekki fara eitthvað vera saman í heila viku, engar áhyggjur krakkar, sem ekki að stela börn að koma þessu daldið í gang að pælingin er kannski að hittast einu sinni í mánuði og við ætlum að reyna svona aldurskipta þessu, þannig þessi svona yngri og eldri og og bara gera alls konar skemmtilegt saman, þú veist, við viljum bæði að bara krakkarnir hafi áhrif á það sem við gerum með þetta og svo finnum við líka upp á einhverju sniðugu Algjörlega og þannig að þú veist, þetta er ekki hugsað sem einhver svona meðferð eða þannig, þú veist, hugsunin er bara að þú veist, kynnast öðru fólki sem stammar og vera í þannig samfélagi eins og við vorum að tala að hefur gagnast okkur og hefur gagnast mjög mörgum sem að stamma, sem að hefur kynnist í gegnum ævina, sko. Algjörlega. Þannig að eitthvað meira sem ég ætla að segja það já, þú veist, mögulega munum við þú veist, með yngstu krakkana þá er kannski gott að foreldrar komi með til að byrja með eitthvað þannig einmitt. En það sé líka bara ótrúlega skemmtilegt að fá að upplifa stamið sem einhvers konar bónus eða svoleiðis eitthvað sem ekki veitir þér aðganga eða gefur þér eitthvað sem að aðrir myndi ekki fá, einhver svona forréttindi sem að svona stamforréttindi já, þess vegna máttu vera með af því að þú stamar og það er einhvern veginn, þið setur einhvern veginn svona annar ljós á stamið og gefur þið kannski auðveldara kannski að líta á stamið bara sem hluta af þér en ekki eitthvað sem að þarf að laga og á ekki að vera á eitthvað já, akkurat og það er allavega það sem hjálpaði mér einhvern veginn langmest í mínu ferli einhvern veginn að upplifa, þetta er bara hluti af lífi alls konar fólks, þú veist algjörlega og þú veist þá að fá að kynnast öll þessu frábæra fólki var einhvern veginn bara svona bónus ég hugsaði mitt stamforréttindi ég mitt hugsaði þetta líka á sínum tíma þú veist, ef ég stamaði ekki þá hefði ég einhvern veginn ekki fengið að kynnast öllu þessu fólki verið í þessum félagsskap og ég held því alveg fram að ég hefði ekki öðlast eins mikið sjálfstraust og farið út í til dæmis leiklist sem ég fór út í ef að hefði ekki verið fyrir þetta veist, ef ég hefði ekki stamað bara aldrei þá er ég ekkert viss að ég hefði náð að efla mig þannig að ég hefði þorað að fara út í það þannig ég hef alltaf sagt sko fólk sagði alltaf áður bara já, ertu í leiklist? Já, þó að þú stamir og ég sagði alltaf nei, ég er í leiklist vegna þess að ég stama þannig ég, þú veist, actually upplifði þetta félagsstarf svona sterkt Já, það er bara frábært Yes Takk kærlega fyrir spjallið, takk fyrir að fá mig aftur Takk fyrir að bara koma og segja ykkur aðeins frá og peppa mannskapinn sko
Já, bara allir að mæta, þetta verður rosa gaman og bara já Já, ok peppið Herðu, ok, snilt Takk Bye Nei, Les já